í þáttinn. Í dag munum við fjalla þennan Renault 5 Tekno. Hann franskari en Baguette, hann franskari en Eiffelturnin, hann franskari en verkföll. Þess vegna ég með þetta forláta yfirvaraskegg í dag og skilgreini ég mig sem François. François le Fit. Je m'appelle François et j'adore Renault. J'adore Renault, enfant. Oh oui, ha 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 ha. Þessi Renault 5 dæmi það hvað gerist þegar að bílaframleiðandi tekur hönnun af gömlum bíl sem að fólk elskaði og þeir ná að hanna nýja útgáfu af bílnum og gera það svo ofboðslega vel. Þeir hafa gjörsamlega nelta þegar kemur að hönnuninni að bílnum, bæði að utan og innan. Og því að þetta sennilega einn mest funky bíl sem ég hef setið inn í. Hann svo cool, hann eitthvað svo nettur. Þetta fullkomin blanda af því sem var gott í gamla daga og af því sem gott núna í nútímanum. Þetta retro gert á réttan máta. Svo hérna á stýrinu takki þar sem maður getur skipt ökumannsstillingar eða drive modes. Þetta ekki ósvipað takkanum sem maður finnir á Porsche-bifreiðum til dæmis. Nema að á þessum Renault að þá heitir takkin Multisense. Það sennilega út af því að frakkanir svo sensual, way. En allavega hérna skiptir maður milli Comfort, Eco, Sport og Perso. Og þegar maður skiptir ökumannsstillingar að þá breytist liturinn og grafíkin í mælaborðinu. Eins og til dæmis að þá sportstillingin rauð, því að auðvitað hún rauð. Bíllinn með alls konar ökumannsstillingar og heyrast alls konar svona skringileg hljóð þegar maður að hreyfa bílinn til og frá eftir því í hvaða ökumannstilling maður Ég ætla að leyfa ykkur að heyra. Hérna á húddi bílsins finnum maður svona húddskúp sem jú alls ekki húddskúp heldur finnum maður tölustafinn 5. Þessi tölustafur hann gerður úr LED-ljósum og sýna þessi LED-ljós hversu mikil hleðsla eða hversu mörg prósent af batteríinu eftir þegar maður fer úr bílnum og læsir honum. Úr fjarska að þá lítur þessi bíl út fyrir að vera 3 dyra. Og þegar það ekkert svona augljóst handfang hérna á afturhluta bílsins. En bílinn 5 dyra og finnum maður handfangið hérna. Það bara svolítið falið. Hönnunarlega séð þá hefur Renault fengið lánaða nokkrar línur frá gamla Renault 5 Turbo rallybílnum sem vann þó nokkur rally í kringum 1980. Sá bíl var með rosalega miklar mjaðmir. Þessi nýji Renault líka með miklar mjaðmir. Það lætur hann líta einstaklega vel út og gefur honum flottan stans. Inn í afþreyingarkerfi bílsins getur maður farið inn í eitthvað sem heitir My Driving og þar fær maður einkunnir fyrir það hversu vel maður búinn að keyra. Til dæmis ef ég fer inn í EcoScore að þá fæ ég einkunn fyrir það hversu sparneytið ég búinn að keyra. En eins og sést að þá ég ekki búinn að standa mig neitt rosalega vel í því. Ég bara með 57 af 100 og ég skora bara 2 laufblöð af 5 í Acceleration and Speed sem þýðir það að ég verið að gefa of harkalega inn og kannski verið að keyra aðeins hraðar en ég ætti að vera að gera. En ég fæ samt 3,5 laufblöð af 5 fyrir Anticipation sem þýðir að ég við flestu búinn. Svo ef maður fer í Safety Score að þá getur maður séð að hérna gengur mér aðeins betur. Hérna hef ég fengið 76 af 100 og segir bíllinn að you have a pretty safe driving style. Þannig að þessi bíll eins og gamli grunnskólakennariðinn alltaf að gefa þér einkunnir og umsagnir það hversu vel þú stendur þig. Ég náttúrulega veit voða lítið það hvernig gamli Renault 5 bíllinn var þegar kemur að aksturseiginleikum. En ég ætla að gefa mér það að hann hafi verið uppfullur af karakter eins og þessi hérna. Bíllinn framhjóladrifinn, hann hefur 120 hestöfl og 220 Nm af togi. Þetta náttúrulega ekki hæstu né stærstu tölur þegar kemur að krafti ef þú ætlar að bera þetta saman við aðra nýja rafmagnsbíla í dag eða aðra nýja bíla almennt í dag. En það sem vinnur með þessum bíl það að hann mjög léttur og hann hefur ofboðslega mikinn karakter þegar kemur að aksturseiginleikanum. Ég held að það hafi eitthvað með það að gera að það stutt á milli öxla og svo framöxullin mjög framarlega miðað við framenda bílsins. Það þýðir að hann verður svona ör og skemmtilegur í stýri. Hann fer nákvæmlega þar sem þú beinir bílnum. En það sem vinnur með þessum bíl það að hann mjög léttur eða 1,5 tonn. Hann hefur aksturseiginleika eins og gamlir heitir stallbakkar í gamla daga, hvað sem það voru. Gamlir Renault 5, Volkswagen Golf eða Nissan Sunny GT. Svo hérna niðri við með alvöru takka fyrir miðstöðina
Man þarf ekki að fara inn í afþreyingakerfið til að hækka eða lækka hitann eða breyta einhverjum stillingum. En á mælaborðinu er mjög töff efni sem að minnir einna helst á gallabuxnaefni. Það er nákvæmlega eins efni á sætunum líka og er þetta mjög funky og töff og gefur bílnum heilmikinn karakter. Svo er þetta efni líka allt endurunnið efni. Bílinn kemur með 9 volta tengi, 2 USB-C tengjum og þráðlausu hleðsluapparati fyrir snjallsíma. Ég er ekki viss að hafa oft upplifað bíl sem er með svona mikið af tökkum eða handföngum inn að hægra megin við stýrið. Hérna efst uppi erum við með gírstöngina sem er í sjálfu sér ekkert óvenjulegt, nema að það er ekkert P fyrir park á þessari gírstöng. Annaðhvort þarftu að drepa á bílnum eða setja á handbremsuna. Svo ertu með rúðurkunar hérna, ekkert óvanlegt við það. En svo hérna niðri þá getur þú stjórna voljúmi og skiptum lag til dæmis ef þú ert að hlusta á Spotify. Og veit ég það fyrir víst að þessi takki hérna, hann er tekinn beint úr Dacia Duster 2016. Ég veit ekki af hverju ég sett ekki bara alla takkana í stýrið eins og er á mörgum öðrum bílum. Þeir hafa sennilega hugsað að þetta ekki vera á vandamál, við taka bara gamlan takka frá Dacia Duster og þetta verður fínt. Svo hérna vinstra megin við stýrið er minn allra uppáhaldstakki í þessum bíl. Þetta er takki sem að Renault tók beint úr nýja Dacia Duster og slekkur þessi takki á öllum bingum og bongum. Og það eru bing og bong til dæmis sem að tengjast akreinavara eða það að maður fer 1 eða 2 km yfir hámarkshraða. Það fær ennþá viðvörun í mælaborðið en hann hættir alltaf að binga á mann sem er einstaklega vel séð. Afþreyingakerfið í þessum bíl er bara nokkuð þjált og gott þótt einfalt sé. Það er allt í þessu kerfi sem þú getur þurft að nota og ef maður vill þá getur maður bara notað Android Auto eða Apple CarPlay. Tekno-útgáfan af þessum Renault 5 kemur með þessum 10 tommu skjá í mælaborðinu og í þessum skjá getur maður breytt fram og tilbaka öllum þeim upplýsingum sem maður vill sjá hverju sinni. Svo er öll grafík og hönnun í skjánum einstaklega nett og eykur enn frekar á þann persónuleika sem að bílinn hefur nú þegar. Til að spara bæði verð og þyngd í þessum bíla þá kemur hann ekki með rafdrifnum framsætum, heldur að þá notar maður bara gamaldags handföng og gamaldags hendur. Það er pínu þröngt en aftri fyrir fullvaxta mann. Til dæmis að þá er ökumannssætið í minni ökumannsstillingu og þegar ég sitt hérna aftri að þá rekast niður á mér í sætis bakið. Það verður samt alls ekkert illa mig hérna aftri út af því að til dæmis að þá er alveg ágætis hausapláss til dæmis. Og svo hjálpar líka að ef þú ætlar að setja barnabílstóla hérna aftri að þá er mjög fínt aðgengi að Isofix-festingum og það er einnig hægt að setja barnabílstóla fram í farþegasætið út því að þar eru líka Isofix-festingar. Þessi bíl verður alls ekki fyrir alla af því að þetta er rafmagnsbíl og þótt þetta sé rafmagnsbíl þá dregur hann ekki nema 300 km. En við þurfum ekki öll að vera eins. Við þurfum ekki öll að keyra á rafmagnsbílum. Það er hægt að kaupa hybridbíla, það er hægt að kaupa bensín og dísel. Á næsta ári verður hægt að kaupa vetnisbíla. Við þurfum ekki öll að passa inn í sama kassan sjáðu til. Ef að 300 km drægnin í þessum teknobíl er ekki nóg fyrir þig, að þá getur líka keypt þér Renault R5 Iconic. Sá bíl dregur einhverja 409 km og hefur 150 hestöfl og 245 Nm að togi. Bílinn kemur með Adaptive Cruise Control eða skynvætan hraðastilli. Svo kemur hann líka með 10,3 tommu skjá í mælaborðinu. Svo kemur þessi bíl líka með fjarlægðarskynjur aftan og bakmyndavél. Vissulega er upplausnin á bakmyndavélinni ekki frábær, þannig ég veit ekki hvort það sé eitthvað make or break, en þú hefur það samt og það er betra en að hafa það ekki. Bílinn er afskaplega dýnamískur og stabíl þegar maður er að henda honum svona inn í beygjur og gerir hann mjög öran og skemmtilegan þegar maður er að fara í gegnum hringtorg til dæmis. Það er þetta svona skjótur á milli bíla í umferðinni sem er afskaplega þægilegt í traffíkinni í Reykjavík. Þessa eiginleika hefur hann þó svo að fjöðrunni séu mjög analog og old school. Ég meina það eru hlutir úr fjöðrunarkerfinu í nýja Dacia Duster bílum sem maður má finna aftur í fjöðrunarkerfinu á þessum bíl. Þessi bíl var valinn besti rafmagnsbílinn framleiddur árið 2025 og ég veit ekki hvort ég sé alveg sammála því út af því að mögulega er þetta einn af bestu bílunum punktur sem hefur verið framleiddur árið 2025. Drægnin er ekki nema 300 km sem er kannski ekki fullkomið, en þess vegna er þetta hinn fullkomni snattari innanbæjar til dæmis. Ef að þú þarft að komast í vinnuna innanbæjar fram og tilbaka, þarft ekki að fara inn rosalega langar ökuferðir, þá er þessi bíl fullkominn. Þó svo að ég hafi aldrei keyrt gamla Renault 5 bílinn að þá kveikir þessi bíl í óbúðslega mikilli nostalgíu hjá mér út af því að þegar ég var unglingur þá var fyrsti bíllinn minn Volkswagen Golf Mark II. Allir félagar mínir áttu einhverju svona hot hatches eða heita stallbaka. Flestir keyrðu á Toyota Corolla, Nissan Sunny eða Volkswagen Golf. Þannig að ég tengi rosalega við þennan bíl, þessa típu af bíl. Það kemur svona nettur unglingur í mig. Sjáðu þennan myndarlega unga dreng hérna, hvað hann stendur stoltur við heita stallbakinn sinn eða hot hatchback.
Mér líður eins í dag.